Að tapa inn í dag, hver svona fyrstu viðbrögð eftir þetta? Bara eins og alltaf, maður bara drullu fúll að tapa, sérstaklega heima á velli. En já, það er fyrstu viðbrögð. Já, hvernig sérðu svona leikinn hjá ykkur? Lélegur leikur og við vorum ekki góðir og ég verði að taka á mig bara að við fórum greinilega illa að ráða okkur í pásunni. Eitthvað blanda af því hvernig við æfðum í þessu hléi og hvíldum og æfðum. Það er eitthvað sem ég verði að taka á mig og af því að við komum ekki vel stemda til leiks og það er eitthvað sem ég verði verulega að skoða hjá mér hvernig ég setti þennan leik upp á aðdragandann á honum. Og svo held ég að við verðum bara hreinlega að fara í alvöru nafnarskoðun af hverju við spilum svona á okkar heimavelli og erum að tapa leikjunum á heimavelli en erum alltaf að liða útvelli. Já, þið það var heldur mikill skjálfti svona í ykkur og voru mikið að missa boltann og svona erfitt að tengja sendingar. Varstu þannig? Já, þetta var bara lélegur fótbolti og leikurinn var vondur eins og flesti leikir hér sem kemur inn á þetta sem ég nefndi áðan. En ég hef meira áhyggjur af því hverju við setjum ekki boltann yfir línuna í þessum leik, það er ekki í lagi. Hvernig sérðu svona mörkin sem þið fáið okkur? Já, mjög gott mark bara sem að skoru í fyrri hálfleiknum. Bara við sofandi, við ætlum að vera á tánum í seinni boltum og berjast eins og fótboltaleikir verða hér. Þá þurfum við að vera á tánum í að slást þegar boltinn dettur niður úr loftinu og við vorum á afturfótunum algjörlega í fyrirhálfleik og Víkingur voru bara miklu grimmari og miklu aggressívari og voru alltaf undan og það gerði mjög gott mark í fyrirhálfleik. Seinna markið bara þá erum við búin að skvettu öllu upp og eldfljótur leikmaður ferskur sem kom inn stingur okkur af eftir kemst inn í sendingu og bara klárar þetta. En bara allt kudos á Víkingar, stóðu sig gríðarlega vel, eiga sigurinn fyllilega skilið og stiginn þrjú. Já, svona bjartsýnn að ná að snúa þessu við? Ég er ekki mjög bjartsýnn akkurat núna á 1-1 en ég verð fínn í fyrramálið. Takk fyrir.